velkomin og við ætlum að kynna verkefni Green in City sem svona nýtt Evrópskt Horizon verkefni sem fer af stað í Breiðholti, mestmegnis fram þar. Og þetta ansi stórt verkefni, þetta rétt bara 12 milljónir evrur sem fara í þetta heildarverkefni, en þetta 11 borgir sem eru í verkefni og 30 samstarfsaðilar. Og það felur að mestmegnis í sér að gera borgir grænni og svona skemmtilegri fyrir fólk að búa í. Það nefnilega svolítið gott það sem Oddur sagði áðan að fólk sem að stofna sín fyrirtæki þau eru aðalega hér fyrir að þau eru makinn þeirra býr hérna og við erum að reyna að búa til þessa staði sem fólk vill búa á. Þannig að svona verkefni verður ekki til bara svona úr engu. Það svona búið að vera svolítið langt samstarf sem að var svona grundvöllurinn að þessu og það mjög margt búið að gerast upp í Breiðholtinu sem svona gerði þennan jarðveg tilbúin fyrir móttöku svona stórs verkefnis. Og Óskar ætlar að segja okkur frá starfseminni í Breiðholti og svo mun ég segja okkur frá FabLabinu. En það eru þessi tveir aðilar sem svona standa að baki verkefninu. Nú tekur þú bara við og ég ætla að setja. Já, ég þakka fyrir að fá að koma hingað og við úr Breiðholtinu. En Breiðholtið hefur sér langa sögu núna fyrir að vera hverfi sem mikil gerjun á sér stað. Og ég orðaði þetta þannig að þegar ég flutti í Breiðholti sem krakki, þá voru krakkar að flytja alls þar á landinu, það myndaðist ákveðin dýnamík, við skópum nýtt samfélag. Það sami að gerast í dag í Breiðholtinu, það að koma fólk alls þar úr heiminum og að endurskapa samfélagið þar. Eðlilega eitthvað að gerast og það eitthvað sköpun og það eitthvað kraftur í gangi. Þannig að þó að við Þóra og Bryndís sem eru mætt hérna eru mjög öflug, þá þetta byggt líka á íbúunum, á þessari gerjun að mínu mati. Og þá skiptir máli að ástunda það sem ég vil kalla og kalla félagsleg nýsköpun og MEM sem var kynnt hérna áðan mjög gott dæmi og það sem ég hef allan að tileinka mér þær aðferðir sem byggja þá á staðbundinni nýsköpun. Hvernig maður vinnur lokalt í global áskorunum með íbúum. Og við hendum nú bara upp hérna mynd af Óskarstíg, þið sjáu hér einstaklingur að labba svona ská en hönnuður í borgarlandslæginu voru að biðja hann að labba svona með 90 gráðum, hann neitar því og hinni sem hafa labbað og þetta náttúrulega eitthvað sem að hönnuður í dag eru farnir að skoða miklu meira og hjá borginni og ég veit að ég vil að vera að skoða þetta í Hollandi og Spáni að þetta náttúrulega orðið svona þessi hugmynd að þurfum að skoða hvað íbúarnir vilja, hvaða skoðunar hafa þeir á því og hvað þurfa þeir. Og þá skiptir máli að vera með þetta sem við kallum það samsköpun og það hefur eitthvað að segja þannig að það þarf maður að gera það. Þetta nú bara mynd sem ég tek oft með mér sem embættismaður minna mig á að hér verið að biðja rólu og svo fer þetta í ólík ferli, ég ætla nú ekki að þreifa mig gegnum þessa mynd og enda kannski á því að það kom ekki róla, það var bara miklu hentugra. Já, rólan áttu komið í tré, að bara taka tréið niður, þá engin þörf að vera að svara þessari þörf. En það sem að líklega börn báðum upphafi, við vildum bara fá einfalt að dekkja rólu. Þessi mynd útskýrir raunlega þá sóun sem á sér stað þegar við erum að fjalla málefni íbúa í samfélaginu og þegar við gleymum því raunlega að vinna verkefni með þeim. Kristján Barsson sem hefur leitt mikið frumkvöðlastarf í Danmörku og alþjóðlega þekktur, svona hönnuður og borgarfræða einstaklingur. Hann fullir að opinberi geirin þurfa að skilja miklu betur þarfir notenda og finna þá þekkingu hjá þeim til að skapa nýjar og betri lausnir. Og mér langar að nefna í leiðin og opinberi aðilar eru svona stærstu aðilarnir sem eru jafnvel að stunda nýsköpun. Það gleymist oft að það fer fram mjög mikil nýsköpun þar, það oft talað fyrirtæki og einstaklinga, en þetta oft líka samspil þarna milli. Þetta eru menningarsendarnir, ég tók líka þessa mynd með, þetta hluti af þeim íbúum sem við tölum við í Breiðholtinu og þetta eru núna í dag, þetta telur þessi hópurinn 16 mál og menningar 16 mál og menningar bakgrunni og þarna eru við að fjalla hvaðina sem kemur upp, við fengið fulltrúa frá Strætó í heimsókn, það verið svona að rýna hitt og þetta, það verið að skoða alltaf rasisma, hvernig hann birtist, hvernig við tökumst á við það verið að ræða þetta málefni barna og margt fleira.
og þetta sem sagt sjálfsprottið verkefni, þetta verkefni íbúa, við styðjum það. Það kemur alveg upphaflega að því að við vildum fjölga börnum og ungmennum í frístundum, höfum náð einhverjum árangri svo með það, en þetta unnið mjög náið með þeim. Það kemur til þess í ljós að það er alls konar ástæður, ekki kannski bara fjárhagslegar ástæður, börn taki ekki þátt, það getur líka verið menningabundnar ástæður, það getur verið vegna þess að rétta íþróttin sé ekki standi ekki til boða. Og við leggjum áherslu á þetta samtal, þessa virku hlustun. Núna erum við að reyna að koma á og endurtaka fjölskylduhátíð, síðast mættu við 3000 manns í fjölskyldu húsdýragarði, þannig að þau eru að vinna í mér svona verkefni og ég ætla bara að segja að það sem er að koma upp úr þessu er nýsköpun, er félagsleg nýsköpun og jafnvel ábendingar það hvernig getum einfalda líf fólks á ólíkum mál- og menningaruppruna og þetta er mjög fjölbreytta þarfir. Já. Gjörðu svo vel, Þóra. Takk fyrir. Og við erum hluti af þessi skapandi hverfi. Og við FabLabið í Reykjavík er staðsett í Breiðholti, í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og það er svona almenna rými þar sem fólk getur farið af stað með sínar hugmyndir. En FabLabið er líka alþjóðlegt fyrirbæri. Þetta eru smiðir sem byrjuðu í MIT háskóla og voru svona búnar settar upp vegna þess að þeir stofnuðu námskeið sem heitir How to Make Almost Anything. Og hann bjóst við því að þetta námskeið myndi fyllast af verkfræðingum og verkfræðinemum, en satt að segja þá er það bara mjög mannlegt að vilja skapa. Við viljum fáum öll hugmyndir og við viljum fá tækifæri til þess að vinna með þér. Og FabLabið og þetta er svo sammannlegt að vilja skapa og þetta er eitthvað sem tengir fólk svo auðvitað saman. Þetta brúar tungumál oft að geta sýnt hlutina eða sýnt hugmyndirnar sínar. Og þess vegna er svo kjörið að hafa FabLab í Breiðholti. Það er tækifæri þar sem fólk getur komið og skapa saman. Þannig að hér fáið þið smá innlit í FabLabið. Við erum með mjög mikið að tækjum á tólum til þess að búa til hugmyndir á fyrstu stigum og við ýtum fólki upptækni þróunarferilinn þar sem það fer svo inn í annað nýsköpunarumhverfi. En út af þessu stóra alþjóðlega neti og þessu öfluga samstarfi við Reykjavíkurborg þá gafst okkur tækifæri til að taka þátt í þessu stóra evrópska verkefni. Og það sem við munum gera þar er að einblína svolítið á Breiðholtið og gera það að stað, sem er náttúrulega nú þegar, en efla enn frekar að stað þar sem fólk hefur tækifæri á að nýta borgarumhverfið meira saman. Og nú ætla ég að stoppa þetta, því þetta fer alltaf að stað. Allavega. Svona. Þetta ætlar ekki að hlýða mér. Sjáum hvort það virkir núna. Ok. Þannig að verkefnið Green in Cities er reynar safn aðgerða. Hvað er þetta alltaf? Það verður hér. Ok. Þetta er reynar safn aðgerða. Jesús. Safn aðgerða. Stopp. Ok. Jájá, þetta ætlar bara að fara hérna í gegnum. Ég get ekki talað svona hratt. Ég get talað mjög hratt en ekki svona hratt. Jesús. Svona? Ok. Þetta er samt reyna safn aðgerða sem að felur í sér að gera borgarumhverfi grænna. Og í Breiðholtinu þá mun það aðalega fela, það var svona stærsta innleggingin, það er þessi ætigarður sem verður hjá Vesturbergi. Og þess vegna hugsaði þegar ég var að heyra frá ykkur að þetta væri nú svolítið tilvalið að fá ykkur til okkar með krakkarna og vera í hugmyndavinnu hvað verður hægt að gera þarna. Við munum að sjálfsögðu fá líka, það er fjöldi sérfræðingar sem tekur þátt í þessu með okkur og við erum í samstarfi við Háskóla Íslands og ætlum að fara í samstarfi við Landbúnaðarháskólann og þar sem við munum vinna saman að því að byggja upp svona svona reit sem borgarbúar hafa aðgangað saman og njóta góðs af saman. Og þetta hefur sýnt sig að skilvirk leið til inngildingar vegna þess að það er oft líka þannig að fólki sem eru að koma til landsins hefur svolítið mikla þekkingu á grænmetisrækt og karfrækt, miklu meira en við sem erum alltaf inn í húsunum okkar. Og við sjáum og þetta verður svona að skila svolítið góðum árangri í Breitlandi, þannig að þetta er svona svo leið sem við erum að fara hérna. En
Að sjálfsögðu þá þurfum við að leggja mjög mikla áherslu á samstarfi íbúa vegna þess að þetta er ansið nálægt íbúum. Þessi garður verður bara nánast í bakgarðinum hjá blokkunum þarna. En svo er líka svolítið gaman að hann er greiðlega nálægt 2 grunnskólum og 1 framhaldsskóla. Þannig að nemendur í þessum skólum geta nýtt sér þennan garðbæ í námi og kennslu. Þannig að verður til dæmis hægt að vera með líffræðikennslu þarna úti eða eitthvað svona grænmetisrækt þarna úti. Þannig að þetta er svona fyrsta aðgerðin. Svo eru fleiri aðgerðir sem við munum fara í, en og svo munum við elta aðra borgir sem er að gera svona stærri innleiðingar líka. Og sjáum hvort ég komast í glærunar sem ég ætla að fara á. Nei, greinlega ekki. Ok. Þannig að, já, þetta er svona verkefni núna. Nú sé ég að tíminn er búinn, ef það eru einhverjar spurningar þá verður gjarnan spyrja. Já. Bara vil að vita hvað þetta komið langt á veg. Heyrðu, þetta er bara svolítið nýbyrjað. Ég ætla bara að viðurkenna. Við fórum af stað í janúar og erum búin að fá leyfi frá umhverfis- og skipulagsráði að byrja að hanna þetta og setja þetta upp. Við erum ekki byrja að moka strax, við byrjum ekki að moka fyrir en eftir ára. Það er svolítið gaman að láta alla krakkana fá skóflur og gera fyrstu skóflustungarnar nákvæmlega, bestu mokararnir í borginni. Svo ég grípa þess inn í, það fer alveg gríðalegu tími bara samtalið og samráðið. Og við vorum að funda í morgun þess að við vorum bara að reyna að ákveða hvaða aðferð við ætlum að nota við þetta samráð, þessa samvinnu, og þetta er alveg úthugsað þetta Evrópuverkefni. Við þurfum að standa að skila á alls konar þáttum og þannig að það fer tími í undirbúa. Þannig að næsta vor kannski. Já, þá komum við með krakka á skóflur. Þá fer moldin að tætast upp og það allt, en við þurfum auðvitað að vinna þetta með íbúum. Þetta er ekki eitthvað svona sýndar, kannski samráð eins og stundum vill verða, að við þurfum að fara alveg gegnum þann feril. Það tekur tíma. Og það er líka ljóst að þetta mun ekki vera farsælt verkefni nema með tilkomu íbúa. Því það er þau sem munu taka við þessum reit. Þetta á að vera þeirra eign. Þú varst með spurningu. Þetta er gríðarlega spennandi samfélagsgarðar. Já. Hafið þið haft samband við samfélagsgarðar upp í Seljagarð? Seljagarðar. Það er hópurinn sem við erum að fara í samtölu við núna, því við erum svo nýkomin af stað. Þau hafa nefnilega svo svakalega reynslu og hafa verið svo svakalega áránsrík, þannig að það er svo ofboðslega mikið sem við getum lært af þeim. Þannig að þau voru algjörlega teiknuð, já, þau eru teiknuð inn þeir voru með hagaðila listan, þannig að þau eru bara efst uppi, en það er hópurinn sem við þurfum virkilega að tala við og það eru allir með það. Ef fólk hefur áhuga á ætigörðum þá bara flytur það í Breiðholti, það er alltaf að breytast. Við þurfum að spyrja hvert þessu áframhaldandi hlutur Pablapsins í þessu áframhaldandi Pablapsins? Það eru náttúrulega ýmsar mælingar sem við þurfum að gera. Við erum líka að reyna að auka líffræðilegan fjölbreytileika, þannig við þurfum að gera mælingar á fuglategundum og fuglalífi, hvort þessum að bæta gæði moldarinnar, við þurfum að svara í, og svo líka hvernig rýmið er nýtt. Og við erum í þessu samstarfi fjöldi svona landslagsarkitekta prófessora sem eru með aðferðir til þess að mæla þetta. En svo sjáum við svolítið mikið bara skipulag þessa verkefnis á Íslandi. Ég er náttúrulega í samráði við Reykjavíkurborg og já. En það er þó nokkur faglöf í þessu verkefni. Í raun og veru fyrir utan þessi ætigarður, þá er þetta tækifæri fyrir íbúa að hafa áhrif á hvað er að gerast í umhverfinu. Þannig að þetta er eiginlega svolítið lýðræðislegt verkefni. Og það er eiginlega það sem að skoraði mjög hátt í okkar umsókn, að við ætlum að taka íbúana með, því að fólk sem hefur fluttinga nýlega hefur kannski ekki haft mikið að segja hvernig skipulag hefur verið. Hverfisskipulag Reykjavíkurborgar gefur eitt opnar á þetta. Og fyrir utan það hafa opnað á að setja upp svona garða, það hafa opnað á þann möguleika að þróa þetta með íbúinu sem eru nú þá nýfluttir hingað. Svona smá praktísk spurning, því að ég var með reynslu af því að innan hverfa koma alls konar hugmyndir og fólk spenntur ýmsu. Svo þarf einhver að taka leiðtoghlutverk, skipuleggja og bera ábyrgð og kalla hérna, verður það? Já, þetta er nefnilega 4 ára verkefni og þannig að það eru starfsmenn sem eru í þessu verkefni öll þessi 4 ár. Og svo vonum við til þess að við séum búin á að bæða þetta sækjum fram að styrkinn, við vonum þess að vera orðin og sterkt til þess að geta haldið áfram sjálfstætt. Hins vegar þá eru líka allar breytingar afturkræfar, þannig að ef það gengur ekki upp
þá þetta bara tyrst. Þetta þú ert að pæli hver ætlar að eiga þetta og leiða þetta og við erum þetta að leita því. Það það sem við erum að leita. Það ekki líka fólk úr hverfinu það þarf að vera. Úr Vesturberginu, úr jafnvel, og við vitum fólk sem hefur nú þegar bara mikið áhuga. Ekki eitthvað svona bara skrifstofu. Mér finnst æðislegt að við bara að sjá kynninguna og mjög spennandi þetta íbúa lýðræði sem þau ætla að nýta raunverulega. Þið myndist á Grænkun svæðið, þið myndist aldrei á upphæðina, þetta frekar stór styrkur. Þetta eru 12 milljónir evra sem rétt undir 2 milljörðum íslenskra króna. En þetta ekki allt sem kemur hingað, en það kemur alveg ágætis sneið til okkar samt. En við vorum, þegar við skrifum umsóknina, þá vorum við það voru við sem voru svo hörð á þessari inngildingu og bara hvernig við, að þetta svo mikið arkitektar sem að taka þátt í þessu verkefni, en það var við hérna hjá borginni sem vorum svolítið, og ég held að það hafi svolítið ýtt þessu verkefni gegn hjá Horizon. Ég held að það hafi verið rosalega flott hérna. Bæta við líka fá mikrofón. Svo skiptum hérna á. En það sýndi sig líka núna þegar við fórum út í til Barcelona, þá var fyrsti fundurinn sem var að það eru borgir sem hafa verið í öðru verkefni sem snýst þetta inngildingu og svæðum í öðrum borgum, og það út af því að þessar 11 borgir sem að taka þátt, það skiptist í tvennt. Það þeir sem eru leiðandi og þeir sem eru að fylgja og læra af þeir sem eru leiðandi, og þeir sem eru leiðandi hafa verið í öðrum svona verkefnum. Og til dæmis í Aþenu þá talaði það svo mikið af ákveðnum hópum sem eru þar, en þau eru svo erfitt með að tala við eldri einstaklinga. Þau kom ekki að taka þátt. Þannig að við erum líka að skiptast á þessari þekkingu, hvað hafið gert, hvað getum við gert til þess að alltaf reyna að vera að bæta okkur á öllum sviðum og í öllum þessum löndum sem eru. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá að við erum með aðgerðaráætlun það að reyna, við erum búin að mappa út hverjir það eru sem svona hóparnir sem við þurfum að ná til, hvar við ætlum að ná til það, hvernig við ætlum að ná til þeirra, en líka síðan að ræða við önnur lönd og segja, ok, þið voruð að reyna að ná til fyrstu kynslóðar innflytjenda sem að búa þannig þessu hverfi þið nefndu að þetta var erfitt. Þið með eitthvað ráð, þið með eitthvað svona, þannig að við erum líka fyrir að skiptast svoleiðis á, þannig að það verður mjög gríðarlega spennandi hlutur á þessu verkefni. Kristín? Já, bara að byrja að hrósa ykkur fyrir að taka svona þétt og vel utan um þetta verkefni. Þetta ótrúlega dýrmætt að við séum að bara sjá þessi alþjóðaverkefni bara svona í beinni tengingu og samtali og samráði með íbúum með þessum hætti og þessu djúpa leveli og teka náttúrulega í hverju skipulagi, þjónustustefnuna og allt saman. Ég velti fyrir mig íbúaráð líka, það inn í þessu vantarlega líka. Og þannig að sjáu hvað þetta nær vel utan um þessa stærstu hagaðila og þetta gott samtal sem eiga sér stað. Þannig ég bara ótrúlega spenntur að sjá þetta þróast og eitthvað svona inngildingu sem að koma inn á varandi félagslega tengingu, að því að koma inn á eins og hér ykkur að hvernig getur búið til, ég tala alltaf heita potta í borgarlandi, hvernig getur stöðlað því að sé meira samtal í borgarlandinu á milli fólks og eitthvað hugsa þetta þannig að það væri svo gott að vera með heita pottan á fleiri stöðum og dýrmætt. Við viljum hafa svolítið suðupott hjá okkur Það alveg, og það það sem við stefnum að þarna svona mikil sköpunarkraftur og mikil gerjun í gangi. Nóg af heitum pottum að Við vorum líka að pæla hvort ég get ekki notað þetta heita vatn í að heita gróðurhúsi. Aðsóknin í Breiðholtslaug, ég var að sjá þetta en toppaði mánuðinn Laugardalslaugin núna. Þannig að það gífurlega aðsóknin. Ég skipti ekki á þann þegar þú sagðir heitu potta, þannig að því að vera að meina eitthvað svona suðupútt, en þú að tala að fólk koma og setjast saman. Þessi torgin á Ítalíu. Torgin í Ítalíu, heitu pottan okkar, þessum fólk að hittast og spjalla. Þetta svo mikilvægt fyrir okkur að eiga þetta samtal, sérstaklega þessum tímum sem við búum í dag, þar sem við erum svolítið að fjarlæga. Þannig við þurfum að finna þessar tengingar. Og þurfum að hafa tækifæri til þess líka. Við tökum fund í heita pottunum. Góð hugmynd. Ég myndi ykkur bara þann gróðurhús hérna til dæmis. Þetta gefur okkur tækifæri á dýpra samtali heldur en að vera með einhverju stóru sal. Þetta svona aðeins nánara. Þótt eins og við kannski færið þetta með stærri. Algjörlega. Eitt sem kemur samt kannski helst á óvart, það við erum búin að kortleggja allt þetta samráð og samtal. Hvað það tekur langan tíma að komast á staðinn og tala við alla. Þannig að mér líður alltaf eins og ég sé að
já, en það tekur tíma og við erum að vinna okkur í gegnum það. Það eru þetta, þegar enginn spyr og enginn fara að segja, þá tekur langa tíma að tappa því af. Við erum svolítið í þeim prósess. Það loksins spyr maður einhver mann. En líka bara, kostnaðum af þess að við förum á misvið ef við gerum það ekki. Þess að svo mikilvægt fólk átti að sjá því að þetta notendasamráð, þetta samtal svo dýrmætt að því að við gerum það ekki, þá bara förum við á misvið sem aftur kostnaðir bara miklu meiri fyrir við. Þeir báðu bara dekkjarúmlu. Já, en það er raun og það sem mér líður stundum eins og við séum að hlaupa, en við erum að ná að tala það. En það svolítið líka kannski íslenska samfélagið, við erum alltaf svo mikið að hlaupa. Við þurfum kannski líka aðeins að fá að læra það, við þurfum að setjast niður og við þurfum að ná að sjá heildarmynd áður en við þurfum að hlaupa á stað. Einmitt. Og það er einmitt akkurat þetta með samráð og samtalið að við getum áttað okkur svolítið á að þetta er möguleiki og þetta er möguleiki, en Íslendingum líður oft eins og við erum ekki að gera neitt og við erum ekki að hlaupa á, við erum ekki strax byrjað að grafa, þannig að það er líka svolítið kostur í því að fá svona svolítið, nei, heyrðu, þetta á ekki að gerast alveg strax, þetta gerast seinna. Hvernig er þetta sett upp bara verkefni? Þegar nú mann ég bara í Danmörku voru einhver verkefni sem þú veist, mannréttindagarðar og yngri. Er einhver svona lærdómur sem enn og þegar í púlinu sem þeir eru það, þú veist? Já, það sem við byggjum á náttúrulega er það sem við höfum haft fyrr sem er skólagarðar og seljagarðar og annað. En það er reynsla af þessu í Póllandi og í Bretlandi þar sem að fólk hefur verið, og náttúrulega okkar samstarfsaðilum, þar sem hafa verið gerð þess svona verkefni í kringu svona garða. Og en svo erum við líka bara með rosalega sterka starfsemi í fjölskyldumiðstöðinni sem við byggja á og blanda þessu saman inn í þennan garð. Alls konar lærdómur sem kemur upp úr þessu. Teka einfalt dæmi, við erum með frístundaverkefni í gangi og kemur í ljós að það er fullt af íþróttur sem vantar þarna inn. Ég er búinn að vera í miklu samstarfi við Cricket-samband Íslands sem dæmi. Já. Það er fullt af fólki í Breiðholtinu sem hefur áhuga að fara að stunda cricket. Þetta er lærdómur og svo sjáum við til hvað verður með cricketið. Ég veit eitt sem býr í Mosó, hann væri til að þurfa ekki að fara í Hafnarfjörð til þess að vera í cricket. En verkefni í heild sinni, það er náttúrulega skipulagt alveg þaular í 8 fösum með verkefni liði og það er ekki allir að taka þátt í hverjum einasta lið, þannig að þetta er eins og önnur Evrópuverkefni bara skipt niður þannig. Og síðan er það okkar verkefni að taka þá liði sem eiga matast inn í heildarpollíuna og láta það passa hér. En það er þetta að lesa nánar þetta verkefni, einmitt eins og þess að fasa svona ef maður langar til að kynna sér þetta í drasl. Þá máttu koma að lesa bara biblíu, það sem við erum með. Hún er svona mikið, en þú ert alveg velkomin. Það er búið, heimasíðan er komin í loftið. Við erum að vinna öll saman í það að setja upplýsingar saman til þess að geta sett saman á netið. Svo erum við með líka á samfélagsmiðlum eins og LinkedIn og það er núna alltaf svona jafnt og þétt verið að mata inn hvar er verið að framkvæma verkefni, hverjir eru þátttökuaðilar og þess háttar, en það verður væntanlega núna bara seinna í sumar sem að heimasíðan verður orðin svona alveg fullmótuð, en allavega í mars þá var ennþá heimasíðan bara komin en upplýsingar koma síðar. Ég hef ekki kíkt á hana núna síðustu 2 vikur hvernig staðan er á henni. Þannig að þeir sem hafa áhuga geta haft samband við okkur og við getum líka bara sendt út upplýsingar og haldið ykkur svona informed, eins og ef maður notar góða ensku, að til þess að vita svona hvernig þetta fer áfram. Og líka það væri náttúrulega æðislegt að fá tengingar við önnur samfélög sem eru og til þess að láta vita hvað er í gangi og hvernig við erum að framkoma til þess að bara stækka samtalið. Við munum starta núna í júní byrjun með opna fundi fyrir íbúa. Annars förum við væntanlega í Fellaskóla með einn fund ef við fáum leyfi til þess og svo verðum við annars hvort upp í FB eða upp í Gerðubergi með fund á íslensku Þannig að við erum að fara að segja fólki frá því hvað þetta er, sirkabát sem við erum með í höndunum og þá fara upplýsingar að streyma út þann hluta Og ef einhver vill vera með og finnst þau hafa gleymst, þá mega þau bara hafa samband og við tökum ykkur með. Já, við verðum það. Lítum bara svo.